Komið þið sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla um tvíkosta atkvæðagreiningu og ætlum að skoða tvíkosta atkvæðagreiningu með samfelldri skýribreytu. Þegar við erum með samfellda skýribreytu þá lítur tvíkosta atkvæðagreiningarlíkanið okkar svona út. Á vinstri hönd erum við logran af gagnlíkindunum á því að svarbreytan okkar hljóti jákvæða útkomu, en á hægri hönd erum við þennan línulega þátt. Markmið okkar með tvíkosta atkvæðagreiningu er að meta þessa stuðla, beta 0 og beta 1, og mötun á þeim köllum við beta 0 með hatti og beta 1 með hatti. Í tvíkosta atkvæðagreiningu höfum við fyrst og fremst áhuga á matinu á beta 1 vegna þess að það er stuðli sem við margföldum við skýribreytuna, og ef beta 1 er 0 þá hefur skýribreytan engin áhrif á svarbreytuna, því að það skiptir engu máli hver skýribreytan er, hún er alltaf margfölduð með 0 og hefur því engin áhrif. Í línulegri atkvæðagreiningu þá túlkuðum við beta 1 sem aukninguna á svarbreytunni þegar skýribreytan stækkaði um eina einingu. Í tvíkosta atkvæðagreiningu hins vegar þá túlkum við í veldinu beta 1 sem gagnlíkindahlutfallið á því að svarbreytan sé jákvæð ef að skýribreytan eykst um eina einingu. Það er að segja, í staðinn fyrir að túlka beta 1 þá túlkum við í veldinu beta 1, og í staðinn fyrir að beta 1 túlki aukninguna ef það stækkar um eina einingu, þá táknar veldinu beta 1 gagnlíkindahlutfallið á því að svarbreytan sé jákvæð ef að skýribreytan eykst um eina einingu. Svo þurfum við að hafa í huga að ef við viljum skoða gagnlíkindahlutfallið, ef að skýribreytan eykst um meira en eina einingu, ef hún eykst um bara a-einingar, til dæmis 3 einingar, þá er í veldinu 3 sinnum beta 1 gagnlíkindahlutfallið á því að svarbreytan sé jákvæð ef að skýribreytan eykst um 3 einingar. Það er að segja, ef við viljum skoða aukningu um eitthvað meira en eina einingu, þá þurfum við að margfalda þann fjölda eininga við beta 1 og setja svo í veldið á Og það er skemmtileg stærðfræðing að leiða hvort tveggja út, bæði það að við getum túlkað þetta sem gagnlíkindahlutfall og hins vegar það að við þurfum að setja að margfalda stuðlinn með a ef við viljum skoða aukningu um a-einingar, en við ætlum ekki að gera það í þessu myndbandi. Skoða hérna dæmi. Við viljum athuga hvort að fólk sem finnst gaman í stærðfræði sé líklegra til þess að eiga maka. Hér má sjá mynd af niðurstöðum fyrir slíka spurningakönnun. Það var metið tvíkosta atkvæðagreiningarlíkan til þess að meta þessa tilgátu og varð útkoman úr því að skurðpunkturinn var metið 0,54 og matið á beta 1 var 0,01. Það spurðum við, hvert er gagnlíkindahlutfallið á því að eiga maka fyrir hvert stig sem einstaklingi finnst skemmtilegri í stærðfræði. Það er að segja, við berum saman 2 einstaklinga og munurinn á því hversu gaman þeim finnst vera í stærðfræði er ein eining. Hvert er gagnlíkindahlutfallið af því að einstaklingurinn sem fannst einn einingu skemmtilegri í stærðfræði eigi maka á móti þeim sem fannst einn einingu minna skemmtilegt í stærðfræði. Og jú, við reiknum þetta svona að gagnlíkindahlutfallið er þá í veldinu matið á beta 1, það er að segja í veldinu 0,01 sem er 1,01. Ég ætla líka að spyrja, hvert er gagnlíkindahlutfallið á því að eiga maka fyrir hver 10 stig sem einstaklingi finnst skemmtilegri í stærðfræði? Ef ég er að skoða aukningum upp á 10 stig, hvað geri ég þá? Jú, þá þarf ég að margfalda matið á beta 1 með 10 og setja það svo í veldið á Þannig að gagnlíkindahlutfallið er þá í veldinu matið á beta 1 sem 10, sem er í veldinu 0,01 sem 10, sem er í veldinu 0,1 sem er 1,11.
Í næsta myndbandi fjöllum við tvíkosta atkvæðagreiningu með strjálliskírteini.